Er það gaman að fá það eins og? Sömuleiðis, fá koma til þín. Hvernig líst þér á, þú sagðir hérna, þegar þú komst inn að það voru bara hugleiðslupúðar og hérna alls konar. Þetta var náttúrulega svona jógarými hérna hjá mér. Já, mér líst bara vel á það. Er það ekki? Já, ég lærði jógakennari, sko. Já, er það? Já, hann Guðjón, sonu minn, hann alltaf, held hann hefði kent einhverjum 84 kennurum, svo ég fór í fyrsta námskeiði hjá honum og ég ætlaði að kenna jóga fyrir vestan, samhliða því að vera með hótelrestur og svona var aldrei tími til þess. Nei. Það var stundu tími til að gera það fyrir mig sjálf og alltaf að vetuna. Alveg Guðjón Bergmann. Já. Er sonur þinn? Hann er sonur minn, já. Hann var nú heldur betur frumkvöld, sko, þegar hann var með jóga og svona á skjá einum og alls konar. Já, með tantrajóga. Tantrajóga og alls konar. Já. Þá var nú ekki, þá voru nú bara kallmenn ekki að gera jóga yfir höfuð, sko. Nei. Hann var, þetta er sko, ég byrjaði að gera jóga því ég er 18 ára. Mhm. Þetta voru svona æfingar sem að einhvern veginn höfðu til mín, sem ég fann svo upplagt þegar hann fór að kenna og að ég myndi líka læra hjá honum. Já. Og yngri sonur minn er líka jógakennari, þannig að þetta er 3 jógakennara fjölskylda. Akkur heldur að synir þínir hafa ákveðið að verða jógakennari? Heldur að hafa komið þig að gera? Ég veit það ekki. Ég var náttúrulega alltaf að gera einhverjar æfingar og eitthvað jóga og eitthvað þegar voru krakkar og það er náttúrulega þeir eru aldrei upp í svona umhverju þar sem að við vorum ég stofna Verslunum Betra líf 89, við stofnum stjörnuspekimiðstöðuna með Gullastjörnu 85, það var alltaf verið að ræða alls konar svona stjörnuspeki, andleg mál, lesa bækur í þessum dúr og svo komið heilsumálin inn í, þannig að þetta er umhverfið sem þeir eru aldrei upp í, það var mjög reglulega erlendi fyrirlesarar eða miðlar eða eitthvað í heimsókn hjá okkur og gistu heima hjá okkur þannig að þetta er umhverfið sem þeir koma úr, sko. 85, 87 Gulli þarfst að tala bara hinn eina sanna, Gullastjörnu. Já, Gulli Guðmunds. Já. Það var mjög skemmtilegt að ég er sportryggi og Gulli heitir maður minn, hann var Vog og svo er Gulli stjarna. Já, á þætti bara held ég á RÚV, það var ekki komin held í Rás 2 eða kannski var það Rás 2, ég man ekki, hann er einhver svona morgun þætti og það er verið að spyrja fólk má hringja inn og spyrja hvernig merkin passi saman og eitthvað svona og það hringir inn einhverju umgjörskona og segir hvernig passa saman Vog og sportryggi og Gulli stjarna sem er smá fóbíu fyrir sportryggum að hann svara illa og minn maður er að lappa út í vinnuna akkurat, þetta er rétt fyrir 9 akkurat þegar hann heyrir þetta og segir, hringdu þennan mann, það getur ekki passað þannig byrjaði samskipt okkur og við fórum á námskeið hjá Gulla stjörnu og við vorum að gera kort fyrir alla í fjölskyldunni og við vorum að fletta öllum upp og við fórum aldrei neitt í mörg ár þarna eftir þess að vera með efemeri sem er svona bók þess að þú getur svona séð helstu stjörnumerki sem að fólk er í og þannig það voru allir analýseraðir í dællur. Já, á þann hátt sem hægt var að gera út frá efemeri svo er ég náttúrulega búin að læra miklu meira síðan þá en þetta var skemmtilegt en svo voru við okkar náttúrulega aðeins að gera grína þess og við vorum einhvern tímann í veiðitúr með efemerist með okkur og þá kom einn henni inn og sagði já, ég er naut í flægi og fiskur í Norðurá þannig það var alls konar gert grína þessu sem við vorum að gera. En þetta er skemmtilegur, þessi, þú ert að fara inn í ákveðin tíðarandan. Ég var að taka viðtal við hann Guðna Gunnars. Já. Og það var einmitt svona, þegar hann var að segja mér, þegar hann er að byrja með svona líkamsrækt og þú veist að það var nánast bara einhvern veginn, menn voru að lifta í laumi og þetta er svona öðruvísi, en maður upplifir samt eins og þetta svona innan gæsaleppa andlega, þú veist, eins og stjörnuspeki og jóga og þetta, að það sé svona ákveðin hluta þessu var svolítið með hippatímanum. Já, og svo er þetta núna einhvern veginn aftur að blossa upp psychedelic-efnin og alls konar dót sem það er svolítið eins og sé að koma umferð 2 af alls konar hlutum. Það er að gera það á vissan hátt, en 1987 þá verður það sem er kallað í heiminum harmonic convergence sem er svona breyting í orkuflæðinu og í framhaldi af því þá myndast það sem hefur verið kallað nýaldarsamfélag og við vorum með nýaldar samtök og gáum út bækur undir heiti nýaldabóka og annað þess að þar sem að fólk var í rauninni fyrsta skipti að byrja að tala tilfinningar og að tala að þyrfti að vinna úr einhverju, þú veist, gömlu og eitthvað þess að
og ég held að við höfum á þessum tíma verið að færa okkur meira inn í hjartaorkuna það er svona byrjunin á því sem verður þá og svo og það heldur áfram vel inn í sko alveg fram til svona 1900 allir svona 1900 fram undir 2000 svo bara kemur peningæðuðin Akkurat. Og þá gleymir fólk andlega þættinum því að það ætlar að græða svo mikið þar árið þú veist og svo alltaf þegar það verða svona einhverjir erfileikar þá leitar fólk í hið andlega af því að hið efnislega er ekki að fullnægja þörfum já, en þetta var þetta var mjög merkilegu tími sko og ég setti sko við gáum út bókina aldrei aftur meðvirkni eftir Melody Beatty á sínum tíma og mér minnir það hafi verið 92 ég er ekki alveg samt með það á hreinu en þá var ekkert orð til á íslensku yfir meðvirkni svo sem þýddi bókina hún fór í orðabók Háskólans og saman með þeim var þetta orð búið til annars var þegar fólk var að koma í búðina til mín og svona, þá var það bara átt einhverjar kóti bendis í bækur þú veist, það var Vá, þannig að þetta orð er náttúrulega ekkert svo lítið notað í dag Nei, og það við erum að tala sko að það er 30 ára gamalt Ég nefnilega var með einn viðmælandi hjá mér sem heitir Brynja Karl Körbólþjálfur og hann segir alltaf að vera meðháður Já Hann notar annað orð meðháður og það er Bæði orðin virka sko Já, ég þarf að gera það sko Já, en maður er í rauninni meðháður eða meðvirkur virknin hjá manni er svo að maður hvað ég segja maður fylgir í rauninni hegðun þess sem er vandamálið að bleiki fíllinn fær að ráða Þannig að en þetta, mér finnst þetta merkilegt sko. En hvað með annað sko þegar að tala einmitt þetta allt sem er svona andlegt og þetta, þá er það náttúrulega mjög oft sem fólk fer inn á þessa braut út að það er í einhverju basli með sjálft sig og líka heilsa, þar að segja, það er yfirleitt ef orðum það þannig, ef að samfélagið er að segja við þig að þetta virki bara þú ert að gera svona og kaupa þetta og gera þetta og ef það virkar bara fyrir því og því líður vel þá vaknar ekkert allt í einhverju mánudegi og í dag ætla ég að fara að skoða meðvirknina mína það er yfirleitt, þú glessir okkur vegg og þá ferð að leita lausna er þín, að því þú ert svo lengi búin að vera spekulir í heilsu er þín vegferð þá klassískt dæmi um þetta, þú ert að basla með heilsuna sjálf Já, ég er náttúrulega sko, ég er eiginlega alveg á því að ég hef verið með mjólkuróðþol frá fæðingu því að ég varð magaveik strax og maður minn hætti með mig á brjósti og ég fekk kúamjólk og svo bara í rauninni hélt það áfram, ég var alltaf með sýkingar í ennis og kinnholum sem er náttúrulega algjör klassískt dæmi óþol fyrir mjólk sem krakki sko og svo er ég misnóttuð sem barn tæplega, ég held tæplega 7 ára komin frekar heldur en tæplega 6 en það er svona aðeins á reiki hvort heldur var og í framhald af því það verði ég ábáslega kvíðin og það er eitthvað sem ég gerir mér ekki grein fyrir ég er orðin bara fullorðin skilur og hrætt við allt og óörugg og ég fæ magasár því ég er 10 ára Magasár þegar þú 10 ára? Magasár 10 ára sem alltaf bara þú veist þótti með eindæmum Er ekki magasár yfirleitt eitthvað sem fólk er að vinna sér inn í mjög langan tíma? Jú En ég man samt sko að alltaf þegar það var saltkjöt í matinn eða þegar var slátur eða eitthvað svona ofsa þungum matur þá vaknaði ég einhvern tímann rétt eftir miðnætti og kastaði öllu upp Já, það er svoleiðis Já, og svo var ég bara alltaf ég var eitthvað svona veik þannig að allt svona þetta verðist allt fari í meltingafærin og það er náttúrulega sko sympatíska og parasympatíska taugakerfi rennur í gegnum vakustögina sem að fer þetta niður í þar sem að meltingafærin eru og hún verður náttúrulega fyrir opáslega miklu áfalli við misnotkunina Já, akkurat Þú veist, en ég vil kalla það nauðgun og sem gerir það verkum að ég er að baksa við þessa taugadæmi og ég vissi í rauninni ekkert hvað hafði gerst fyrir mig, hvað hafði komið fyrir mig hvað hafði skeið, ég vissi bara að mér leði alveg hræðlítla ég vissi að næsta morgun að þá var mér bara svo illt í blöðrunni þegar ég var að pissa það var svo sárt og ég sko er búin að vera með blöðruvandamál alveg eila síðan þá og ég þorði ekki að segja nokkuð einasta orð segja neinu frá þessu þannig ég þagði alveg yfir þessu þangað ég var rétt fertugt og þá er ég að reka búðina betra líf
og þá verið nýbúið að stofna Stígamót og ég öll í því að flytja bækur fyrir Auðmgjörg Kolnar sem í Stígamótum. Já. Þá get ég fatta að ég var að flytja inn fyrir mig, skilur. Já, akkurat. Svo að þá fór ég í gaggervinni í það. En svona, meldingardæmið og það kemur eiginlega sko, ég byrja strax í kringum 20 að vinna í því. Það enga bækur til þá eða neitt sko, ég var að prófa þetta og prófa hitt en ég eftir og ekki þú getur ekki fara á Google eins og nei, ekki neitt sko, það ekkert þannig að það vantaði svo mikið til þess að maður hefði einhvern stuðning og allt sem ég var að prófa var bara svona svolítið fálmút í loftið og svo þekking sem til í dag var náttúrulega ekkert til þá. Hversu mikið þolinmæðis vinna svona? Rosalega mikil. Rosalega þolinmæðis. Og líka í rauninni sko opaslega vanlíðan á ferðinni. Einmitt. Vegna þess að það eitthvað að, þú veist ekki hvað það þú, ég var búin að fá sko skilgreiningu hjá læknum að ég væri ímyndunarveik. Þeir sögðu það bara svolítið hugulega. Já, við erum sko komin að þeirri niðurstöðu að þetta sé psykosomatíski sjúkdómar. Já. Ég er náttúrulega bara ímyndunarveiki sko. Svo að ég var alltaf sjálf að leita og ég náttúrulega horfði svolítið upp á bæði ömmu mína og mömmu vera duglegar að taka öll lyfin sem læknir skrifaði út fyrir þær og ég vissi að þetta væri ekki mín leið. Hvernig þessu það? Ég bara einhvern veginn fann það inn í mér. Það var önnur leið sem ég átti að fara og ég auðvitað prófaði, þú veist, ef ég fekk einhverja sýkingar sem ég fekk gjarnan eða ég prófaði að taka við sveppasýking og þá prófaði ég að taka einhver lyf í heilt ár og við blöðrubólgu og eitthvað annað skilur það læknaði ekkert. Nei. En sko þegar maður svona í svona vanlegan, þú veist, stöðjur höfuverkir og önnur vanlegan í líkamannum, þannig verður opaslega streita ástand í líkamannum og það ekki til þess að laga það. Einmitt, og þá kemur þetta sem varst að segja með psychosomatic og þú veist, þetta kallar náttúrulega ímyndunarveiki eða hypokondría, alls konar að það samt bara, nú erum við farin að vita nógu mikið til þess að vita það að ef þú ert stanslust í streitu þá það bæði að setja meldingaveginu í uppnám og náttúrulega að setja hugsanirnar í uppnám sem hefur áhrif á taugakerfið og líkamann þannig á endanum þetta náttúrulega engin ímyndunarveiki sko. Þetta bara þetta líkamnast. Það getur vel verið að þú sért að búa einkennin til sjálfur eða sjálf en vandamálið bara umverulegt. Já, algjörlega. Og ég sko, það mjög merkilegt að þegar ég 35 ára að þá það tæknimaður á sjónvarpinu Marino heitin Ólafsson sem var mjög mikil svona tæknimaður og hafði búið til svona rafboðstæki til þess að fara inn á allar orkubrautir líkamanns samkvæmt kemískulæknisfræðinni sem greinir mig með kandida sveppasýkingu. Það ekki læknir. Og hann lánaði mér bók sem heitir á frumálinu The Yeast Connection og hún kom út árið 1984 ef ég man alveg rétt og læknirinn, þetta var kanadísku læknir sem var að setja þetta fram og hann var púað niður á læknaraðstöðun fyrir að koma með þessar hugmyndir að leyfa sér þetta. Í dag alltaf verið að tala sko að þessi SIBO sem small intestinal bacterial overgrowth eða of mikið af bakteríum í smáþörmunum þannig að það ekki tala lengur kandida nema svona endrumosinu en það yfir sko ég skrifaði bók kandida með Hallgrími heitnum Magnúsinni lækni og við vorum með lista yfir meirinn 100 einkenni, heilsufarseinkenni sem að geta komið út af því að það ójafnvægi og mikið bakteríugróður eða sveppagróður í meltingaveginum sem myndast við það alls konar gas og það hefur áhrif á lifurinn og svo hefur það bara áhrif á allt kerfið sko. Og ég man bara þegar ég breytti mataræði þarna að þú veist, ef ég væri að borða þess ég borðaði þá í dag sko, þá held ég, oh my god, það var ekki mjög gott en sko þá var það svo mikið stökk frá því sem ég hafði áður gert að það breytti mjög miklu fyrir mig og hjálpaði mér að komast að stað til þess að ná betri heilsu og leið og ég fór að breyta mataræðinu þá til dæmis ég var búin að vera með sko mígrínhöfuðverkir svo að ég var 12 ára nánast á hverjum degi og þarna allt í henni hurfu höfuðverkirnir og það sem maður gerir oft sko er að þegar maður í einhver svona ástandi er að maður borðar ofan í verkina Akkurat. Til að sefa þá það sem í rauninni býr þá til Einmitt.
Þetta verður rosalega vítaringur. Já, og ég var til dæmis mjög dugleg að fá mér ristabrauð með osti og kók þegar ég fekk höfverk. Það var eitthvað sem ég fæst slá á sem rauninni bara spólaði upp áfram, sko. Hvað myndir þú segja eftir að hafa verið öll þessi ára að vinna í að spekulara í heilsu og vinna með fólki? Hvað svona, ef að fólk með þau, þetta séu bara gríðalega margi með einhvers konar svona lífstíls sjúkdóma eða allavega svona byrjunar engin og svona. Hvað myndir þú segja að væri mikilvægast atriðin að byrja á? Það bara að byrja að hreins út mataræðið og hafa það einfaldara? Já, sko, mataræðið náttúrulega, það er orkan sem við setjum í líkamann og þess vegna þurfum við alltaf að byrja að skoða það grunnurinn öllu að mínu mati og byrja að taka út sykur, það náttúrulega eiginlega númer 1 og síðan allt svona sem að veldur gerjun og fólk gerir sér ekkert grein fyrir því að kaffi veldur til dæmis mikil í gerjun í þörmunum. Ég að drekka kaffi. Já, ég veit, ég drekk kaffi líka, skilur, en ég vel hvernig kaffi ég drekk og ég drekk kannski mestalagi 2 bolla á dag eða eitthvað þess að það og stundu tekið tíma þess að ég drekka ekkert kaffi, þannig að en svo þetta alltaf í svona samhengi við hvað annað þú ert að borða. Akkurat. Og svo náttúrulega, þú veist, það sem að, til dæmis ef það er sveppasýking í þörmunum, þá þurftu bara að svelta sveppin. Já. Maður verður bara að taka það í gegn og svelta hann. Og ég er búin að vera með námskeið núna sem að ég kalla hreint mataræði, sem svona detox-program sem að stendur í 24 daga og ég er að byrja með 80. námskeiði núna. Númer 80? Já. Hvað Og það eru rúmlega 2300 manns sem er búin að koma á þetta námskeið og ég veit af reynslunni að svona hreinsun, hún hjálpa fólki að komast á svona ákveðin núlpunkt. Já. Og síðan getur það þá valið í framhaldinu hvað það vil gera. Sem ég get ekki beðið eftir að fara frá mér áttu brauð með osti og eitthvað svona, en svo aðri sem segja, ég ætla bara að velja öðruvísi í framtíðinni. Ég man að ég sá þetta þegar ég var að skrifa ævisöguna hennar Jónínu Ben, blessuð sem minning hennar. Já. Þá horfði ég á fólki sem var að koma út úr 12-14 dögum af föstu. Já. Og þá sástu bara það er eitthvað merkilegt að gerast hérna, sko. Að því þú veist, fólk var, maður sá það bara í augunum á þeim og þau voru að lýsa bara einhver einkenni sem þau voru búin að vera með í ár og ára raðir allt í hennu farin og síðan náttúrulega ferði aftur út í lífið. Já. Og þá er misjamt hvað þetta endist lengi og hvað er fljótur að fara aftur í sama farið og svona, en þú samt sko, þegar ég tók síðasta skipti sem ég tók svona alvöru föstu, þá fannst mér fannst ég vera að finna líkamlega jákvæð áhrif af því alveg í hálft ár, jafnvel þó ég væri byrjaðar að fara í gömlu, bara létt á kerfinu, sko. Já, ég vildi sér létt á kerfinu og svo náttúrulega líka annað sem er, sko, að þegar ég var með námskeiðin í sal, núna er þetta allt komið á neti út af ástandur undanfarin ár, sko, en þegar ég var með í sala, þá var alltaf, sko, ég var með 4 fundi og 3. fundi, þá var alveg svo það kemur bara ljósaperu, þú veist, inn í salin því það hefði allir breyst svo mikið. Hvað var fólk þá búið að vera lengi? Þá var það búið að vera í rétt rúma kannski 12 daga 12-14 daga. Hvað var það aðalega ef þessum 24 dögum, hvað er fólk að taka út? Er það sykur? Sko, það er að taka út sykur, það er að taka út glúten og það er að taka út alla mjólkvörur og kaffi, áfengadrykki. Þannig að þú veist, það er ansi margt, en það er fullt annað og það sem er alltaf svo skemmtilegt er þegar fólk fattar að það er að borða opaslega góðan mat þó þú sért að sleppa þessu og það er að borða með sér veislumáltíður og allt mögulegt. Þannig að þetta er bara svona nýr skilningur á því að hvað er hægt að gera, þetta er önnur leið og ég náttúrulega fæ stundum aftur fólk, það er einn sem ég held að hún sé búin að koma 5 sinnum. Þannig að þú segir, ég er búin að fara aðeins svo mikið út af brautinu núna, ég ætla að koma aftur til því. Þú veist, þannig að fólk kemur aftur og aftur af því það veit hvaða veljan það fær á eftir. Og svo náttúrulega í svona ferli þá léttast allir eitthvað og það getur verið allt frá svona kannski 2 kílóum og allt upp í 10 kíló og það fer náttúrulega pínlítið eftir hversu þungt fólk er fyrir en þetta er svona reynslan á þessum stutta tíma. Þannig að þetta er að hafa rosa góð áhrif og ég segi bara, þetta leggur grunn að þeirri leið sem þú getur síðan valið að fara í framhaldinu.
Hvað með, nú erum við á einmitt, þú nefnir hérna síðustu 2 ár hafi ekki verið hægt að gera þetta í sal og að vera á netinu og við erum á dálítið sérstökum tímum. Mjög svo. Mjög sérstökum tímum og hérna það eitt sem að einmitt hefur komið til mín þó að ég sé kannski ekki alltaf, alls ekki fullkomin í að fara eftir því að þá það einmitt að þegar það svona mikið í gangi og svona maður skrítið þá verður maður einhvern veginn að reyna að halda hylkinu sem að maður í eins góðu ástandi eins og mögulegt er. Það mjög mikilvægt. Bara til þess að, einhvern veginn, til þess að reyna, ég veit ekki, til þess að reyna að tengjast innsæðinu sínu. Því það svo rosalega, það einhvern veginn bara varðandi upplýsingar og annað, þetta allt út allt og það allir að reyna að segja þér og þá svona einhvern veginn, hvað mín rödd innan allt þetta? Í hjartanu. Og það sem er kannski mikilvægast í allir þessari umræðum að því ég veit og við komum örglinn á það að þú ert með svona kontroversial skoðanir á alls konar hlutum við segja bara, það kannski mjög margir sammálaðum, það ekkert margir sem þóra tjáður opinberlega að þá það einmitt þetta einhvern veginn, hvernig hérna þessi umræðum misinformation og þetta þá kemur spurningin, ok, ekki lykilatriði í þessu að við öll reynum einhvern veginn að bara svona finna okkar sannleika. Jú, ég myndi segja það. Og leiðandi þess einmitt svona svolítið þegar maður hugsa bara við erum í svo svakalegu yfir áreitisflæði. Það eru símarnir og það er þetta og svo þessi með þessa skoðun en þessi með þessa skoðun. Það bara hvar get ég gefið heilanum og líkamannum mínum tækifæri til þess að byrja að hlusta þess. Og þar fyrir ég að finna kannski mín eigin rödd. Já. Ég persónulega lít þannig að við þurfum að velja á hverju við ætlum að hlusta á hverju við ætlum að hlusta og ekki vera að hlusta á alla vegna þess að það ruglar okkur það er í gangi plan að rugla okkur og það er að takast svolítið vel því að þessi segir þetta og þessi segir hitt hins vegar líka í gangi í heiminum alveg óbáslega ritskoðun þannig að þú mátt ekki helst vera með aðra skoðun heldur en meginstraums fjölmiðlarnir setja fram og svo líka hitt að þegar við erum að fara í gegnum svona umbreytingaferli sem ég líti á að við séum að gera að þá til ég mér mikilvægt að við hugleiðum við tengjum okkur við Guð og byggjum að við hlustum á hjartað okkar hjartað veit alveg ótrúlega mikið og það eru miklu fleiri taugaboð og boðefnasendingar sem fara þaðan upp í heila heldur frá heila og þangað þannig að þú veist hvar finnum við samtengingu með einhverjum öðrum hvar finnum við, já, þessum get ég treyst já, þessum vil ég vinna með já, þessi er einhver sem að virðist vera að vita hvert hann er að fara þannig að þú veist, við leitum eftir einhverju svoleiðis, en aðalmálið er auðvitað að við séum bæði líkamlega og andlega sterk vegna þess að það er búið að reyna heilmikið á okkur en þá eftir að reyna ennþá meira á okkur Þú segir það? Já, við erum í svona 20 ára breytingatíðanbili sem hóst árið 2012 og nú er 2022 þannig að það er helmingur neði búin og við erum að fara inn í þessum gullnuöldina 2032, það er svona stefnan og meðan verið er að brjóta niður öll gömlu kerfin að þá eigum við eftir að fara í panik vegna þess að, oh my god, þetta er alltaf búið að vera svolítið, ég minna, hvað á ég að gera og eitthvað svona en við verðum að horfa á hrunið til þess að geta byggt upp eitthvað nýtt að við erum svolítið að byrja að byggja það samhliða því við erum að byrja að móta það í höfðinu á okkur, mjög margir hvað viljum við í framtíðinni, hvernig heim viljum við viljum við hergagna heim eða viljum við friðarheim þú veist, hvar eru við stödd í þessu og hvernig viljum við fá að ráða okkur sjálf eða viljum við láta ráða yfir okkur viljum við hafa heilsufrelsi eða viljum við að einhver annar er að stýra heilsunu okkar og þetta eru stóra spurningar sem fólk þarf að spyrja sig í dag sérstaklega núna vegna þess að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin til dæmis með heilsuna er að vinna að því að gera samninga við alla ríkisstjórnir heims 194 að þeir afsali sér öllu stjórnskipunarvaldi ef það kemur upp það sem að þeir hjá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni meta sem faraldur sem getur verið hvað sem er, af því það er búið að breyta skilgreiningunni
Sko og þá í rauninni verði allar þjóðir heims að fara eftir þessum skipunum frá WHO eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni en geti í rauninni ekki beitt sínu eigin stjórnskipunarvaldi og þetta, við erum í rauninni búin að vera að fara í gegnum þetta núna og fyrir þinginu núna liggja ný sóttvarnalög og í þeim þessum rétti afsalað til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Rétti hjá Íslandi? Já. Það reyndar svona sérsamningur sem þeir vilja líka að ríkin skrifundir, en það verið að það bara kemur skýrt fram, komið þetta upp, þá förum við einu og öll eftir sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir. En þá kemur aftur að sko þessu sem að ég hugsaði bara eins og núna, það leiðum að fer inn í að byrja að tala aftur COVID, af því nú búið að létta allir reglunum, þá sem bara, nennir einhver að hlusta á þetta. Kannski ekki. Og þá það þessi spurning, en leiðum að spyr þeirra spurningar, þá segir maður, vá, ef það svona auðvelt að ef þú farið ekki allt þetta tímabil og það búið að þreyta fólk svona mikið á sig að við höfum ekki orkuna til þess að segja, heyrðu, við verðum að taka umræðum þetta, vegna þess annars getur þetta gert aftur, skilur við, þá það svolítið skrítið, skilur við, ég svo mikið sagt að þetta COVID-dót snýst ekki COVID, það snýst allt, það snýst frelsi, það snýst heilsufrelsi, það snýst hvernig hlutum stjórnað og alveg sama hvoru megin þú ert við línuna, þá þurfum við að taka umræðum þetta. Samanlega. Hvert við ætlum að fara og hvernig á að gera. Og eins og þetta sem þú ert að segja núna, þá myndu væntanlega þeir sem eru hinum megin við línuna myndu segja, já en þetta bara í neyðar ástandi verður að gera hlutina öðruvísi og þá verður að vera svona. Að þeir myndu orða þetta öðruvísi en þannig að það sé verið að afsala öllum rétti Íslandinga til World Health Organization. Já, kannski, en það samt það sem verið að gera vegna þess að sko að nummer 1, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin sjálfseignarstofnun. Nummer 2, hún fjármögnuð að miklu leyti af hagsmunaaðilum. Lyfjafyrirtækjum og Gavi og Bill og Melinda Gates Foundation og fullt af fleiri fyrirtækjum, tryggingafyrirtækjum og einhverju slíku, skilur, það enginn þarna sem lýðræðislega kosin í stjórn. Það ekki fólkið sem kýs neina þarna í stjórn. Þannig að ef að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin ætti að fá heimild til að stjórna heiminum í gegnum farsóttir að þá erum við búin að tapa öllu sem heitir lýðræði og rétturinn á því að velja lýðræðislega kjörna fulltrúa til þess að tala okkar máli. Þetta náttúrulega dálítið crazy pæling, sko. Já, þetta ekki einu sinni pæling, þetta í gangi á fullu. Það verið að gera ráð fyrir því að ríkisstjórnin sé búin að skrifa undir þetta fyrir 1. maí á þess ári, að þetta verði staðfest árið 2024 og þannig að þetta ekki eins og pæling. Og mér finnst allavega sem sko að því að þú veist, hver og einn með sína vinkla og alls konar pælingar og mér finnst allavega að því ég er búin að vinna svo lengi við fjölmiðla og miðlun upplýsinga, þá finnst mér það vera fyrir mig svo áhugavert í þessu COVID-tímabil og þessu, það svona, þetta allt upp á borðum, af hverju ekki verið að fjalla þetta? Hvað varðum, ég man bara þegar ég var inn á fréttastofu og svona, þú veist, hvað varðum ritstjórnarfundina það sem, einmitt, þú veist, þetta alveg valið eins og núna, bara ný sóttvarnalög á Íslandi og þar verið ákveða þetta, en að taka umræðum það, skilju. Ég heyri ekki þessu umræði. En við samþyktu, þetta voru samþykt ný sóttvarnalög snemma árs 2021. Þannig að núna verið að samþykja ný, sem ætti ekki að þurfa, með viðbótu alls konar. Sem í rauninni bara afrit af lögum sem að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin setur fram hvað þú átt að gera, hvenær og hvernig og allt í einu eru allir orðnir heilbrigðisstarfsmenn, líka sjúkraflutningamenn og hjúkrunarkonur og læknar og heilbrigðisstarfsmenn eða geta greint hvort þú sért með einhverju veiki eða ekki en hingað til hefur verið svo regla að það sé læknir sem sjá greiningu. En hvað með þá það sem að þegar þú byrjar að fara í þessar áttir, þá held ég það fyrsti stopparinn hjá fólki
Nei, þú veist, erum við alveg að fara að halda því fram að venjulegt sjúkraflutningafólk á Íslandi verði komið í eitthvað svona fasíst hlutverk eftir nokkur ár og það er að fara að taka venjulegt fólk úr umferð, en þá myndi ég alltaf segja á móti, þú veist, leksíurnar eru þarna fyrir okkur til að skoða úr mannkynsögunni. Heldur betur. og svona hlutir gerast hægt og rólega, sko. Já. Og þeir gerast, og það eitt grundvallaratriði sem forsendan fyrir því að svona dót geti gengið áfram, það ótti. Algjörlega. Og meðan að fólk nóg óttaslegið til þess að fólk já, ég nú alveg sammála þessu, en þú veist, ég náttúrulega með vinnu og ég, skilur þú veist, ég að passa, ég með fjölskyldu og þetta. Já. Og þá, ég skil svo vel, hvenær kemur mómentið? Þú veist, það aldrei alveg rétta mómentið til þess að koma út úr skápnum og segja, nei, nú ég búin að fá nóg. Nú ætla ég að mæta hérna í einhver mótmæli og ég ætla að fara að láta heyra í mér. Skilur þú hvað að fara? Já. Að það einhvern veginn, þetta gerist það hægt og rólega að það aldrei alveg rétta mómentið til að fara að taka einhverja svaka afstöðu gegn þessu og fyrir utan það bara svona fólki sem að leiða þetta virðist nú bara vera frekar fínt fólk og skilur þú hvað að fara? Já, ég skil það alveg. En samt segir sko, ef að þetta ekki stoppað þá erum við komið með alheimstjórn sem að Davos-klíkan búin að vera stefnað mjög lengi. Ok. Og ef að fólk vil það sem sko alræði þar sem að þú í rauninni hefur ekki frelsi eða heilsurétt eða neitt þess að þú verður ekki frelsi til að tjá þig, það á að fylgjast með þér í einu öllu sem það gerir. Ertu að tala svona social credit score kerfi og skoði bara, ég meina það eru myndbönd á YouTube þar sem við getum skoðað social credit systemi hjá Kínverjum. Þar við getum íslenska að segja, þar Sigga Jóns sem gengur hverfi og skrifa niður hvað íbúarnir gera. Hún ráðin til að fylgjast með fólki í þessu hverfi. Ef þú hendir rusli á götuna en ekki í ruslafötuna, ef að þú hjálpar ekki einhverjum sem með ofþunga poka eða gengur illa eða ef þú keyrir yfir á rauðuljósi eitthvað, þá allt skrifað niður. Þá kemur alltaf þessi, hver stendur á bakvið þetta og hvað að því að mér finnst svo gaman að ræða þetta, að ég hlustaði á því í öðru viðtali og þar voru þeir sem voru að spurja töluðu svolítið afstöðuleysi hjá sér, sko. Já. Ég myndi segja, ég sé ekki afstöðuleysi, en ég kannski ekki samt ekki alveg afdráttalaus eins og margir, skilur, ég enn, orðum að þannig, mér finnst þess svo oft, þá ertu bara, þetta fer frá því að annarkvæmst ertu bara í því að þú trúir öllu sem þér sagt og allt einhvern veginn bara svona, robotalegt og eitthvað svona, eða þú ferð alla leiðin í hina áttina. Og ég stend sjálf mig svolítið ofta að vera svona, ég sammála þessu hér, en ég ekki sammála þessu, skilur við hvað fara. Já. Og mér finnst oft þeir sem svona, en þetta sem þú ert að byrja að tala núna með Davos-klíkun og allt þetta, þetta náttúrulega bara upp á borðum fyrir framan fólk. Sko, fyrir 2 árum síðan, þá voru allir sem töluðu myndi að kalla þér samsæringarkenningamenn, en ef þú skoðar hvað að gerast í heiminum í dag, að þá sérðu að samsæringin, hún raunveruleiki. Já. Það verið, og eftir því sem þú skilur meira, og nú er í rauninni meðvitund okkar að aukast í heiminum og það verið að ljóstra upp fleiri hlutum sem hafa verið faldir fyrir okkur svo lengi að því heimurinn hann ekki eins og við höfum haldið að hann hafi verið. Við höfum svolítið verið í Truman Show. Í alvöru við höfum verið það, svo bara eitthvað að vita það bara opnum við hurðina það heimurinn fyrir utan skilu. Hvað að því ég hef alltaf staðið fyrir það sem fjölmiðlamaður að ég vil tala við fólk allt og manneskir svo þú slærð með eins og sért í mjög góðu jafnvægi og þú ert ekki það ekkert öfgakennt við fasið þitt og þá kemur þessi spurning mín að því þú hefur meira svo á litla Íslandi hefur þú farið viðtöl sem eru síðan bara tekin út og maður hugsa svona, nei, ekki á Íslandi skilur þá bara frekar hægt að segja skilur, flotta konan segir viðtalin, ég er bara ósammála öllu sem hún segir, það alltaf lægi skilur, en akkur þarf að taka út. Það einhver sem stýrir aðeins ofar. Ok, hvaða viðtöl voru þetta sem voru tekin Ásdís Olsen, hún tókum við viðtali, kallar hann það ekki undir yfirborðinu, já,
og það var tekið í mars á síðasta ári og átt að birtast 11. apríl og hún sendi mér upptökur, 3 klippur svona, þú veist, eins og þættir við skipti í þrennt með auglýsingalíu og einhversu leis það var allt í lagi með hljóð og mynd og allt saman og svo sendum ég post alltaf setna, ég fór að spyrja hvernig kemur þáttur og ekki eitthvað að prófa þér og það sko, því miður að það bara sko eðlæst hljóðupptakan á 3 þáttum. Og spurðu það má ekki gera þetta aftur, eða? Nei, ég fatt alveg út af hverju. Nei, því ég þeirri stöðu núna, ég sjálfur ég með nýtt stúdíu og að setja upp græjur, ég til dæmis klúðraði hljóð á viðtali núna bara síðustu viku. Já. Þá sjálfsögður hringi ég í viðmælandan og ég að skoða hvort að hljóðið sé notast eða það ekki, þá hringi ég í viðmælandan og segi, mér langar að gera þetta aftur. Já, nei, ég var ekki búið það. Þið var ekki búið það, ok. Og hvað var síðan hitt? Síðan var eitthvað tekið út af MBL? Já, það var einhver grein sem ég skrifaði. Var það ekki frétt úr þættinum? Frétt úr þættinum, já, frétt úr þættinum. Nei, það var sko, þegar þeir voru að setja podcastið að staðinu Þvottahúsinu, þá var það tekið út. Þeir settu inn svona frétt sem byrta á Smertlandinu og hann fekk bara verið inn í sólarhring, svo var hann horfinn. Þannig að þú veist... Fekst einhverja skýringar á þessu? Nei, ekki þar. Ég var að segja eitthvað sem að kom illa við kaunin á ýmsum. Sko, það hefur verið ráðist mest á þá sem hafa verið að segja sanna hluti. Ég vil ekki endilega segja að ég sé einhver forsprakki í slíku, en það bara staðrindin í heiminum, ef við erum að segja eitthvað sem kemur við kaunin á fólki, þá það tekið í burtu. Það sem að mér finnst allavega skrýtnast á öll í þessu bara þegar ég að tala, bara þegar ég hugsa the great reset endurræsingin mikla og þú hefur kynnt þér það það sé bara að lágmarki finnst mér þetta mjög áhugavert umræðefni og ég veit ekki af hverju við ættum þá ekki að ræða það og þeir sem að hlusta eða horfa ekki þá bara tekja afstöð og sagt þetta bara algjört kjaftaði eða þetta meika bara rosa mikið sens en það eina leiðin okkar til þess að komast að einhvers konar niðurstöðu þar að við höldum áfram að miðla ólíkum upplýsingum og svo getur hver og einnig mitt með því að verða betur og betri að hlusta á sjálfa sig og ég hef það fólk sem bannað á nánast öllum plattformum á internetinu, öllum stærstu og ég hef hort á viðtölu þetta fólk og ég segi, ég sé alveg að ég full færum að segja, mér finnst 80% af þessu bara að vera algjört bull fyrir minn smekk en það eru 20% sem ég bara hjartanlega sammála þá langar maður að sjá þetta til þess að fá að heyrist 20%, skilur við. Það sjálfsögðu. Og af hverju getum við ekki gefið venjulegu fólki það kredit að það sé bara full fært að taka ákvörðun og segja, mér langar að hlusta á þetta viðtal, þetta þvæla, þetta eitthvað þarna, þetta þvæla, í stæðan fyrir þetta sé eitthvað svona svartkvítt, það bara, nei, ég má ekki sjá þetta viðtal af því þetta lítur að vera allt geðveiki. Já, það náttúrulega búið að stimpla mjög margt geðveiki undan fyrir en það sem er athyglisvert að þetta með Great Reset þetta ákveðið fyrir langa síðan og það til Lockstep bók sem að Rockefeller Foundation gaf út árið 2010 alveg með skrefin og allt þetta hefur verið gert undir yfirborðinu algjörlega með alls konar þú veist, stjórnmálaskóla World Economic Forum til dæmis. En ef það verið að gera þetta undir yfirborðinu akkur er þetta þá líka upp á yfirborðinu? Þetta, í rauninni hefur þetta verið gert smátt og smátt í einingum sem að leiða til ákveðins alveg eins og Klaus Schwab sem nú yfir með Davos klíkunar að hann segir við erum búin að smeyja okkur inn í ríkisstjórnin með fulltrúa út allt Já, maðurinn, þú veist, það eru til myndbönd af manninum að segja þetta. Já, alveg. Þannig að þetta er ekki eitthvað bull. Nei, þannig að þú veist, þetta er bara staðrind. En hinn almenn umræða meðal almennings, fréttir þetta, þú veist, eigum við að kjósum þetta, eigum við að velja að fara þessa leið, er þetta leiðin sem að... En stóra spurningi mín væri þá, ef þetta er eitthvað svona svakalegt plott, af hverju væri þá ekki verið að fela það meira? Mér skilst og ég er náttúrulega bara að segja mér skilst eftir upplýsingu sem ég hef fengið að partur af þessu liði sem að plotta þetta það er með þá hreinu að ef að það segir frá hlutunum áður að þá fylgir því ekki slæmt karma Já, og það er búið að vera að segja okkur frá fullt af hlutum í bíómyndum í sjónvarpsþáttum
og við alveg, vá, þetta alveg hræðilegu þáttur, þetta hryllileg mynd og eitthvað, en það svo gott að þetta ekki bara raunveruleikinn, skilur við förum og horfum á eitthvað, en við gerum okkur ekki grein fyrir það verið að senda okkur skilaboð í gegnum þetta við gefum út fullt af bókum og alls konar skýrslum allt, við lesum það ekki. Nei, ok, þarna dett ég aðeins út í því að svona, þú veist, hver að plotta þetta? Þar ekki ennþá búið að ná mér sko. Það einhvern veginn svona, hvaða fólk að plotta þetta? Þeir sem stjórna peningunum í heiminum. Ok, og hvernig fara þeir þá að því að koma sér inn í bíómyndirnar og þú veist, bara með því að þeir stjórna bara, þeir eiga þú veist, þú að gera grein fyrir því að það eru 3 fjárfestingarsjóðir sem eiga nánast allt í heiminum það BlackRock, Vanguard og ég man ekki hvað sá 3 heitir þeir eiga bara allt. Þeir eiga 50% í Apple og 50% í Microsoft, þeir eiga í Pepsi og Coke, þeir eiga allt staðar, skilur. Og á baku, þú að gera líka grein fyrir því að þeir sem telja sig vera ríkustu menn í heimi, þeir eru að láta þessa sjóði fjárfesta fyrir sig. Svo Larry Finn hjá BlackRock, hann sér fjárfestingarnar og þetta er peningastjórnun